trú ekki. Nei, ég trú Það ekki komið 2025. Það crazy. Ég bara, maður held ekki að maður myndi segja svo tölu bara. Ever. Ekki. Nei. Þess ég aldrei pælti að ég myndi ever segja hana, en þú veist Nei, en þú veist, 2024 var svona maxið svona, ég var svona, wow, ok, Já. 2005. Mér satt geði skrítið núna, bara svona, hefur við ekki talað við ykkur síðan í fyrra? Ekki hér, nei. Það er Bara í ógeðslega áskriftinni? skrítið. Já, Já. bara í áskriftinni, já. Það er ógeðslega skrítið. Það er svo skrítið. Það er bara eitthvað svona, what? Since Bara eitthvað- last year, guys. Þú finnst þess sem að gefa út þannig þátt ekki að seint. Já. En samt er bara eitthvað, veitu, erum við ekki búin að gefa út þátt? Nei, við gáum náttúrulega á gamlás. Já, auðvitað, það er spilað Hann inn í. kom aðeins, hann kom á þriðjudegi. Já, einmitt. Og já, það Núna var bara miðvikudagurinn seinstu eftir. Já, viku. einmitt. Þetta er galið. Maður. Það er svo stutt síðan gamlás var, basically. Já, djöðil tíma fljótur liða. Mér finnst þess að sé svona 100 ár síðan. Ég var bara Er að það ekki? sprengjur, eitthvað. Jú. Happy New Year, yay, Já. hey. Og líka bara lungu 13. búinn, þá bara mánudaginn. Já, einmitt. Hæ? Galið. Er janúar frá að fljúa? Hope so. Oh my god. Samt ekki. Þú veist, ég til í hann og var bara svona, koma mér í svona rútínu og stand og allt þetta. En hvernig voru áramótin? Herðu, þau voru bara cozy, bara mjög góð, sko. Embla var mega spennt fyrir deginum, bara allan daginn og svo spennt fyrir þessum flugöldum og þannig, en að þú veist, hún náði að vaka til miðnættis sem er ótrúlegt. Það er crazy. Það er crazy. Gælan er svo klukka, bara klukkan 8, Já, bara hún ég er fór bara- að sofa. Bara mesta svona barnið sem bara vill hafa þetta nákvæmlega eins og þetta á að vera, en augljóslega bara geð mikill spenningur og eitthvað þannig og hún náði að vaka 10 mínútur í 12. Já, ég fór að sá eitthvað svona geðsnitt. Já. Eitthvað í Bandaríkjanum, þá var gert svona countdown 3, 2, 1 fyrir krakkarna, Já. bara Happy New Year og klukkan 8. Já. Þannig að þau fóru svo bara að sofa og það er búið að fagna, þetta er ekkert eðlilega sniðugt. Ég sá líka bara sko sænska áhrifald að vera að gera þetta og Já. koma bötu sín, ég gera þetta á næsta ári 100%, 100%. já. Ógislega sniðugt. Einmitt. En það var svona bara gaman, en já, veist, þannig ég var ógislega mikið eitthvað svona inn í herbyggi, eitthvað að reyna að svæfa hana eitthvað, af því að hún var komin í svo Mikið mikið, læti náttúrulega. já, þú veist, af því hún var líka komin á svo mikið yfirsnúning, þannig að þú veist, maður hefði átt að gera hitt, skilur. Já, Þannig að, en þetta var svona róleg áramót, en cozy, bara mjög cozy, sko. nice. Já, en hjá þér? Bara sama eiginlega. Já. Það var bara svona mega nice, bara cozy, bara svona mjög rólegt og með að við svona yfirleitt. Já. Ég var bara svona sittandi með teppi og kampaðinslega, skilur. Já, já. Og bara svona krútti eitthvað. Svo þegar sprengjuna voru, það var svona aðeins meira svona læti í liðinu og svona og þá fórum við Bensi heim með Rómeó. Já. Rúsa var í pössun hjá mömmu. Hvernig tók Rómeó í þetta? Hann var, sko, þú veist, fólk byrjar náttúrulega að sprengja svona fyrr. Já. Hann var einhvern veginn ekkert að pæli því þá, en leið og mestulætin byrjuði, Bara miðnætti. já, þá var hann smá órólegur. Ég held að sé líka því að þá voru svona alveg komið kannski 20-30 manns og fara Já. inn og út og þú veist, hann náttúrulega elskar fólk og var bara lokaður hann í búri bara, hann Já. var bara með Já. og eftir það, þá byrjaði hann að vera hræddur við flugveldarnas. Ef þú fyrir með hann út og einhver byrjar að sprengja, þá bara ég aldrei sé gæja hann rata ég hratt heim til sín, hann er bara að toga mig heim. Já, hann vil bara inn. Já. Jens, Já, það er svolítið leiðilegt. Já. Þannig að hann er ekki fan og ég held að engin hundur sé það Nei. bara ever. Nei. Nema þeir sem eru kannski svona smá heyrnarleysir. Já. Pæli ekki í þessu. En þeir, já, engum hundum finnst þetta Eitthvað næs. Jú, kannski einhver sem ég var að sé svona bordukolja sem er bara svona vilja hlaupa eftir þeim eða eitthvað skilur. Já, það er náttúrulega já. cray, sko. En það er alltaf svo hátt fyrir eyrun þeirra. Já. Þeir heyrir þetta miklu hærra en við. Já. Ég elsku greið. Já, mjög feina að þetta sé búið núna. Já. Og nenni please are respected. Já. Að því ég get svona reikna með svona núna, þú veist, áður, bara hvenar fólk er að sprengja, yfirleitt þeir eru dimmt. Þannig þeir eru bara góða langa göngu þeirra og svo byrjar alltaf þeir svona 9-10 liðið. Eitthvað smá. Já. Já. En stay. It's done. It's done. It's over. It's over. Já. We're over that. We're over it. En ok, það er gott allan að hann var ekki verri, að þú veist. Já, já, hann er rosa stiltur. Já, það En er gott. við fórum líka bara með hann heim, þú veist, en ég fílar engin hundur heldur mikið læti og okkur svona Nei, þannig. fyrir utan það, skilur, og hvað þá læti ekki heima á sér og, Já. þú veist. En sko, hann var alltaf vakandi allan tíman og hann stóð bara inn í bara svona bara stóru búri, ferðabúri sem er svona mjúkt samt sem áður og hann gæti samt að vera með hausinn upp úr og hann var allan tíma bara ég sá hann laði sig aldrei niður Pens. hann bara alltaf, þegar það var svo mikið af fólki hann langaði bara að heilsa öllum en þá bara
stúdur hann braut hvítsglas mitt. Nei. Þannig að við varum svona, ok, hann verður þá bara þannig. Já. Og svo leiði alltaf að hafa hann allan tíma, en ég og Bensi varum bara, ok, eftir mynd þá förum við bara heim. Og eftir það, hann svaf í 14 klukkstíma. Þess að fyndi myndbættu sem settir á honum, hann bara dauður, hann bara... Hann kom fram með klukkan 2 og ég var eitthvað, nei, hæ! Hann var bara eitthvað, svo bara... Já, búin á því. Sofnaði aftur. Þú er búin að spenna alla vöðva, að vera svo tenns, skilurðu. Bara loksis og leiði og mætti heim. Og Eva og Jakob við erum komið til okkar. Við vorum bara að spila og eitthvað svona cozy. Hann sofnaði svona. Hann heilsaði þeim alla. Hann var bara, hæ bæ. Bara alveg búin á því. Og svo var alveg gegnum það nóttina þóttu voru... Allt. Já, voru ekkert það mikið af... Ekki eftir miðnætti. Nei, ekki eftir miðnætti, nei. Hann pælaði ekki því þegar hann inni, sko. Nei, ok. Og þú veist, mesta var náttúrulega mesta og það var allt opið út og eitthvað svona allir að labba inn og út. En það ég veit ekki hvort það sé mikið í okkar hverfi sprengt. Hefur eitthvað að vera á Ráðmótum, eða þú veist? Nei, reyndar ekki, en ég sá mynd svona tekin, þú veist, bara inn í garðinum heim okkur, bara hjá nágranna og þá var alveg svo væri bara fullt af flugöldum. Já, bara uppi. Já, en það var miðnætti samt, skilur, þú veist, en ég heyri svona einan núna, þú veist, hef ég heyrt síðustu daga, en ég mynd að því við keyrðum síðan heim nóttina náttúrulega og fórum bara með hana sofandi heim og eitthvað, að það var bara ekki einn flugöldi á leiðin heim. Ekki? Nei, og vorum að fara kannski svona... Fólk svona spara þetta líka fyrir helgina eða eitthvað. Já. Það var rosalega lítið, því maður var svo vanur þegar maður lítið, þetta var endalaust. Maður leiði alveg þannig. Já, maður leiði þannig svo kannski var maður bara svo. Ég hef bara aldrei verið eitthvað big fan, nema kannski þegar ég var tiny, ég maður ekki að því. Ég hef alltaf verið bara sem ég langt bara inni. Já. En núna verið svona, heyrðu, ég skal vera úti. Já. Vel klætt, svona pels og eitthvað svona, ég var bara meðast alltaf, ég veit ekki hvort ég heyrðni mín sem ég myndi orðin eitthvað verri eða eitthvað. Ég var bara svona, af hverju þetta ekki eins hátt á annala? Já, einmitt. En ég er alltaf með hellu, þannig að ég heyri alltaf svona damp. Já, kannski smá damp. Ég veit ekki hvað það er, já, ég er með eitthvað galin eyru, sko. En ég líka, ef ég heyri ómikið læti, þá er ég svona, hér, þess vegna fíla ég ekki flugöldana, en þetta var ekki það sleimt. Nei, þetta var fínt, sko. Þetta var alveg næs, þannig að þú varst í Garðabænum, ég var hérna upp í Kópavogi. Það var bara næs, sko. Já. Ég veit að þú veist þessu Áslandi Hafnarfirði, það er bara gjörsamlega Já, ég hef verið þar, það er alveg galið, sko. Það er ekki sturlun. Það er líka alveg sturlaðan í Garðabænum. Það er bara þessi með sjó og allir að horfa í sikkur áttina svona að þessi býður eftir að hinum. Það er einmitt líka, já, þetta er líka þannig einmitt upp í Lindakörfinu, bara maður svona, þú veist, þeir svona allir vita eitthvað, já, núna skulum við beina okkur þanga, hérna byrja þetta sjó, eitthvað. En, en þú veist, Emblu var stjörnuljós geggjað. Ég fíla alveg stjörnuljós. Já. Ég get þau. En ég var alveg, þegar ég var lítil, þá var þetta alltaf út að sprengja sjálf og búa til svona, taka svona Macintosh-dós og setja fullt af sprengjum og okkur pappír, búa til gat. Varstu að því? Já, ok. Nei. Það er alltaf búið til sprengi úr sprengjurum. Já, nei, ég sko leta alltaf alla sprengjur vera, sko. Já, ég fengi rakandi raskati, sko. Það? Já, við vorum með því Áslandinu, ég og systur mín, og vorum að sprengja svona tertum fyrir hliðar og við bara hlaupum bara. Þetta er svo hættulegt, sko. Ég held ég lent tvisvar í því. Þar og svo bara heima með pappa og þá stóð ég bara í hurðinni, bara with my peace, ég vildi bara peace. Nei, kemur bara tertan fyrir hliðina, þetta er svo lítil, sant, og bara inn. Og ég og Davíð, mágur minn, við stöndum hana og þetta var svona bíómynd. Þetta fyrir svona búff, ég bringur á honum og ég svona byrjar að snúa mig og hlaupa og bara beint í raskandi að mér og það bara kom gat í samfestingin minn. Nei. Það var bara hóla. Veistu það? Þetta er stórhættulegt. Þetta er I tried to stay inside, but I was not safe. Nei, fyrst þetta er, já. Þegar ég var svona, heyrði því af því þegar ég var krakki, bara svona fólk var eitthvað svona manipulate og froska og eitthvað, ég bara, hvað er að þeim? Já, ok, og svona gera svona langa, það eru miklu hættulegir. Já. Sko, ég ger alltaf þannig, ekki að gera þetta. Þetta er fyrir professionals. Hvað er alltaf með þetta? Það kom eitthvað tips? Nei, þetta var bara Macintosh-dós og við erum að gera svona gata á hana og gera setja einn svona út þar, fullt ofan í, skilurðu, og loka dósinni. En springu dósinni ekki bara? Bara fullt sem gerist. Ekki gera þetta. Ekki alls, þetta er mjög irresponsible. Ekki segja neinum að sinna að gerst þetta. Ég gerði þetta aldrei. Nei, hún er ljúga. Ég er bara ljúga, ég er legasjúk. Já. Oh my god, en það er styrla. En ok, bara kósi áramót. Já. Öll jólin voru alltaf kósi, áramótin kósi. Og alltaf kósi þema, ég veit ekki hvort þetta sé bara við eða allir. Mér leiði svo allir voru líka veikir.
Já. þetta aldurinn eða? Já, hvað ekki að segja það? Nei. En þú veist, kannski allir líka bara svona eitthvað að njóta skiluru og þú veist, vera eitthvað, ég veit ekki. Ég meina, kannski. En eitt sem að hjálpaði mér alla hátíðarnar er Happy Hydrate. Elska nýja Peach Crush. Elska, ég er svo svekta mitt búi heima. Aha. Já, er það ekki búið með þitt? Nei, ég er búin að spara. Oh my god, þú ert heppin. Ég er bara að fá mér allt í skiptis. Að þið fengum hann að falliðu gjafaöskina. Ég veit það. Þannig ég er bara svona að fá svona rúllettu, skilur, að ég vill ekki velja. Já. Sniðut. Já, skemmtilegt. Nei, ég elska þetta bragð. Þetta er geðveikt. Mér finnst það geðveikt. Já, sammála. Og ég er alveg búin að vera bara heilagur 2 stykur á dag. Já, bara... feppin einmitt í morgun þetta í morgun. Heppin. Ég er ekki búin að fá mér í dag, af því að ég er bara búin með lagarinn heima. Allan lagarinn? Já, ég er búin að vera það dugleg. Og við Gunni líka að stelast. Þú ert ekki búin með allt úr gjafakassanum? Jú. Ok, what the fuck? Þið bæðið þá? Já. Ok. Hann er alveg duglegur að stela, sko. Já, hann þjófur. Hann er þjófur. En já, ég er búin með þetta. En ég er alveg bara svona, þú veist, ég sver bara að þetta hjálpa mér svo mikið að taka sér steinhefni. Það minnum, ég fæ svona á pítsbræðinu, það fæ ég svona eitthvað svona childhood, einhvern veginn. Já. Eitthvað sem ég var alltaf að borða þegar ég var lítil. Hefurðu fengið 2-falda-píts? Þú veist, 2 stykur? Nei, held ekki. Ekki heldur, mér langar svo að gera Já, það. við hefum að gera það. Hefðum við að gera það? Við gerum það ekki. Þetta bragð minnir mig á eitthvað. Þetta er eitthvað djús. Þetta minnir mig á eitthvað djús. Ég er ekki mikið fyrir djús. Er þetta Haribo-namið píts? Ég fíla það ekki heldur. Ekki, mér finnst það Nei, gott. þetta er eitthvað drykkur sem var í dós, einhvern tímann. Ok, ef þið kveikið, sendu okkur. Ég veit ekki hvað það var, allavega, skál. Þetta er alveg svona gott í rútínuna, krakkar. Já, ætlum að fara náttúrulega inn í, þú veist, núna er janúar og þetta er alltaf þetta tímabil og maður næra svona, ég veit, þetta er svo gott, sko. Þetta er svo gott. Þetta er svo Ég er bara að fest. bíða eftir að við myndum blanda Já, ég líka, ég var svona að byrja að þurri hálsinum að horfa á þetta. En hérna, hvað var að segja? Já, núna er janúar og núna er svona tími til þess að núllstilla sig. Ég elska svona tímabil. Ég líka. Bara elska, þú veist, ég elska þegar, þú veist, sumari er búið og maður svona, ok, dettum aftur í rútinu. Bara all in. En sérstaklega janúar, ég er svona orðin smá fan aftur. Aftur. Elska. Mér finnst það geðveikt. Geðveikt. Bara all in í gyminu og bara taka mig í gegn og bara, já. Sett sér góða vana og einhvern veginn, ég veit ekki. Bara svona New Year, New Me. Já, sko, ég veit að það er mjög kontroversial og það er sem bara New Year, same me og maður eigi að vera þar, skilur. Ég skil það alveg. Ég veit alveg skilja sumt eftir í 2004, Já, sko. ég skil alveg, þú veist, pælinguna, auðvitað átti ekki að vakna í daginn og bara eitthvað svona breyta öllu og þú getur líka bara þakklátti fyrir hvað sem þú ert mátt alveg gera það, þú vilt það. Málið er, við getum öll verið betri einhvers staðar og það er svo næs að fá tækifæri, þú veist, það getur bara verið að lesa fleiri bækur eða duglega að fara með fokkin rusli, skilurðu. Þú ætlar að gera þetta sínustu áramót og svo ertu bara, þú veist, þú reyndir helst og helst kannski einhverju, svo ertu bara að resetta þig núna aftur. Í mannskjur sem byrjar að vera í fyrra. Að því maður fer í smá svona chaos í sumarið, haustið, jólin, svo bara reset. Já, ég elska reset tímabil, bara svo sem bara, ok, þú veist, og þú ert bara með metna fyrir þér. Og það er það sem einkenni hann tíma, þú ert svo mikið að setja sjálfa þig fyrst sæti sem er svo geggjað. Þannig ég er all for New Year, New Me. Já. En þú veist, ef þú vilt vera, ef þú varst bara frábæra síðust ári og vilt halda þig áfram, geðvikt. Þú getur verið enn betri útgáði. Já, bara, þú veist, 2.0. Já, þú veist, bara 100%, skilur. Það er bara reset. Einmitt. Það getur líka bara heimliðitt. Já, einmitt. Skilur, þú veist, bara ok. Einhver staðar, New. Já. Einhver staðar, þú ert örugglega flott einhver staðar. Allítur að fokkin vera. Annars bara velgerst. Já. Kudos to you. Bara, ertu fullkomin? Einmitt. Kannski er það fló. Kannski. Ég veit ekki. Við getum allavega að fyndi allstaðar eitthvað galla. Þú séum fullkomnar. Já, 100%. Við erum alls konar galla. Ég veit þú ætlar að fara að setja þú náttúrulega segja reset svo oft. Já. Talandi um reset, ég var bara svona, það er komið nýtt ár, nýjur mánuður. Já. Mér langar svo að vita. Nýju vöru mánaðarins hjá Blöss. Tjekkum á henni örsnögt. En það er á 30% afslætti ekkert annað en Vibrating Handjob Stroker. This for the man out there, sko. En nei. Einhver með rosalega lók. Já. En þetta er þess að þetta er er að ræða einstaklega nett og opna múfu með titring sem er fullkomin í sjálfsfróðan eða parleikin.
Vá. Þannig að hún á 4.800. Það ekki verð. Heyrðu, bóndadagurinn að koma. Þessi þriður eintökum byrjast endast PS fullkom ekki fyrir bóndadaginn. Heyrðu, hvenær er þessi bóndadagur? Heyrðu, hann einhvers staðar í lok júní held ég. Nei, júní. Janúar. Ok, vá, en sniðugt. Ná ykkur í bóndadagsgjöfuna. Og erection cream hérna. What the fuck is that? Hvaða? Það kemur hérna ekki gleyma með erection cream. Hef aldrei heyrt það. Heldur. Það 24. janúar, krakkar. Þannig að þetta bara meðan byrðir endast, sko. Já. Það þetta sniðugt að fá, þetta 30% afsláttur, sko. Já. Það næs. Múfan nett og fellir vel í hendi. Grípa vel utan tippið. Ok. Lestu þetta? Ég ekki með, ég kíkti á Instagram. Ok. Þetta skemmtilegt. Þetta líka bara merki sem heitir Boners. Boners. En það því vorum að tala Reset, þá mjög margt flott frá Reset. Já, Reset ræði. Þannig að kíkja líka það. En, ok, sko, þú veist, við erum ekkert búin að fara yfir áramóta, heiti, markmið, nefnum bara svona einhvern veginn á miðlunum okkar. Þannig að... Vanlega gerum við alltaf eitthvað saman. Já. Það einhvern veginn... eitthvað svona andrúmsloft yfir því fyrst mér núna að svona vera að banna sér alltaf mikið. Ég sammála. Ég 100% það, sko. Mér finnst svo leiðilegt að banna með hluti. Bara svona, mér langar að gera þetta og það ekki innan svona heilsu eitthvað, þú veist, bara svona fá mig vinglas eða eitthvað. Já. Ég nenni ekki að vera bara eitthvað, nei, ég má það ekki, skilur. Nei, ég held líka, þú veist, ég held að ástæðan okkur andrúmslofti breytt gagnvart þessu að því við erum öll búin að læra þetta virkar ekki. Já, því þá fer maður bara ennþá kannski meira bull bara í februar, skilur, og það var svona fuck it. Já. Skilur, búin að þú veist taka hann dry at January eða of hart í gyminu, skilur, og þá ertu bara, ég ætla ekkert í gymið. Já, ekkert nammi, engin sigur, þú veist, þetta skilur, þú veist, bara svona að sleppum þessu ofdæmi og freka bara svona bætin góð, að mér finnst þetta að vera tímabil sem þú bætir inn góðum áfunum og þú reynir að gera þá á rútínu. Já, bara finna planið út árið. Já. Bara hvar kemur inn ræktinni, eða hvar kemur inn, þú veist, að elda, eða bara svona það sem þitt markmið, lesa bók, bara svona búa til svona smá skipulag út daginn þinn, út vikuna. Já, akkurat, 100%. Það ekki verið eitthvað of much. Nei. Sá að TikTok geðu þau gott plan hjá einn stelpu. Ok. Sem heit 75 days harder, nema ekki harder, heldur hotter. Hotter, ok, love that. Og það alltaf skemmtilegt hjá henni. Mér varst alltaf gott concept. Tell us about it. Ég sendi einhverjum þetta alveg. Læka það ekki. Hvar það? Mér finnst TikTok að vera svo hvetjandi líka núna. Já. Ok. Ég ætla að spóla hans inn í að sjá planið hennars. Hún að tala að þú veist, vera ekki, að því maður mun bara falla ef maður fer all in bara í eitthvað kjaftaði, skilur. Þetta 75 hard dæmi. Þú veist, ef þú ert líka, bara fólk sem að taka 75 hard og ekki að tala það, hvað það í alveg að taka? Eða þú veist, ertu bara ekki bara að ljúga, eða þú veist. Nei, þess að ég veit að bróður minn tók það, sko, elsti bróður minn og hann náði bara upp í alveg, þú veist, eitthvað svona hella, dag 50 eða eitthvað svona, hann náði alveg fáránlega löngum tíma. Svo sofnaði hann einu sinni, hann var að svæfa dóttur sína, sofnaði með henni og átti það eftir að lesa þess að 10 blaðsíður bók. Og þá hætti hann. Og þá máttu ekki halda áfram, þá áttu að 0. Fyrir að þú veist, skilur þú veist, í þessum, ég veit ekki, það ógeðslega aðsnátt. Já, og þá hætti hann og ég svona, ok. Þetta ekki sustainable. Nei, þetta ekki, ég bara svona, okkur lasti ekki bara 20 blaðsíður næsta dag. Mér finnst maður með að vinna sig upp. 100%. Og hann var bara, nei, þú veist, þetta er bara parturinn af þessu, var bara að gera þetta svona, ég ok, þannig þú líka bara sem í sáttur þetta sé búið þá. Já, hann langaði kannalega ekki. Já, en hann tók þetta, skilur, bara yfir bara fárlegan tíma, skilur, ég bara hvort hann byrjaði í janúar og var að enda í, þú veist, þetta var bara svona, hann var ógeðslega duglegur, en þetta var líka, þú veist, hann var greinilega mjög miserable. Já, ég held að allir sem að taka þetta mjög miserable. Þú veist, ég sá eitthvað á TikTok bara ef að fólk sem að taka þetta má aldrei tala það upphátt, þá myndi það aldrei gera það. Eða, þú veist, þú myndir aldrei gera það. Þú myndir aldrei taka áskorunina. Já, þú myndir aldrei, þú veist, ná að halda henni. Nei. Það veit það enginn, skilur. Algjörlega. En þú veist, eins og líka með mig, ég er alltaf með 10 skref á dag markmiði. En mér finnst betra með við 70.000 hljómangið mikið, 70.000 á viku, að einn daginn kannski teki bara
6 skref en hinn daginn tek ég oft 14 skref sem ég er svona, en ég klúðraði allir vikunni út af einum degi en samt var ég með 14 skref hinn daginn eða þannig frekar að sitta sér kannski vikumarkmið af því að stundum á maður bara dag sem maður bara kemst ekki í sófanum, kemst ekki frá tölvunni, skrifborðinu, eitthvað skilju 100% og þó er svo umurlegt að vera eitthvað, vá, ég er búin að skemma þetta, ég er búin að eyðileggja þetta, þú veist, þess að ég bara svona, þú veist, bara var alltaf að reyna að díla við, þú veist, að reyna að ná þessum 10 skrefum, svo er ég bara svona, nei, ég verð bara að bæta við 2000 eitthvað við mitt, skilja, því ég er ekki, þú veist, í staðis að hoppa yfir í 5, eða þú veist, hoppa bara, já, herri, ég ætla að bæta mig 5 skref. Algjörlega. Það meikir ekki sens. Maður horfa kannski úr sitt bara á venjulegum degi og þá bara bæta við 2000, skilur. Já, ég er að tala um það og þú veist, ég gerði það. Það er cirka 10.000 hjá mér. Já, og það er svona 7.000 hjá mér. Já. Þú veist, þá er það svona smá bæting og svo gæti ég freka bætt ofan á það. Það þarf að læra rútínuna hvernig hún þinni rútínu að ná 10 skrefum. Ég veit bara að það er best fyrir mig að fara á æfingu og fara í kannski 1-2 göngutúra með hundana, skilurðu. Og vera hunda og þú veist, hefur þá, þú veist, þessa ástæði þess að og fara út, skilurðu, og sem er líka bara hvati fyrir þig líka. En þegar maður eins og fyrir mig, þú veist, þá er svo erfitt eitthvað, herri, embla, núna ætlum við út. Þú veist, hún er kannski bara þreytt eftir leikskóla eða eitthvað, skilurðu. En það er líka bara peysa í kringum íbúðana sem ég ger oft. Já. Ágrís má gera það mjög oft. Já, þrífa, mjög gott. Ég vil alltaf ryksu og skúra. Eða eitthvað þurrka af að það tekur skrefin. Það er, þú veist, ég ætla að segja ykkur það er algjör svindl að gera bara handaæfingar. Já, það er skref. Það er alveg, þið getur bara sitið í sófanum eða börn og þau eru að horfa okkur spólu, gerðu bara handaæfingar. Eða fáið eitthvað svona göngubretti eins og við hefum. Já, mega sniðt. Já. Snildu verður mæli með. Já. En, 75 Hotter heitir þetta. Hot from the inside out. Og hjá henni er 10K steps daily. Sem er, þú veist, ef þú ert með það í rútíninu þá er það mjög doable. Það er líka bara geggjuð æfing. Já. Þú veist, það er bara í alveg geggjuð hreyfing. Þarft ekki að fara, þú veist, líka á æfingu. Nei, þetta er bara frábær hreyfing. Bara það að gera þetta, þú líður betur í hryggnum og bara öllu. Og fólk hefur alveg sé mun á sér. Já. Bara með því að byrja bara þessu. Já. Þetta er bara svona, stundum er ég bara svona, oh my god, ég kom með fucking 3 skref og klukkan er bara 9. Ég fyrir bara út í klukkutíma göngutúr og bara 1 með hljóðbókina mína. Það er bara gett næs. Geðveikt næs. Já. Þannig getur þú bara svæða krakkana hérna. Nei, 100%. Og bara einhver situr yfir þeim. Já, algjörlega. En já, diet. Prioritize protein and greens at every meal. Prioritize protein og já, bara setja alltaf protein og grænmeti í forgang. Já, bara þú veist, þú ert með máltíð, sem vil þú fáið bara pasta þig bara sér protein með og smá grænmeti. Það er svo gott að setja rækjur með öllu pasta. Bara ég gera eitthvað nice truffelpasta, gerir alltaf rækjur on the side. Bara for the protein. Ég er ekki alveg nógu dugleg en the greens lengur, ég var alltaf geðið mikið að passa grænmetið mitt. Kannski, en það er alltaf gott trefjar. Já. Alltaf gott. En þetta er einmitt svona tímabil til þess að já, heyrðu, ég ætla að reyna að koma þess eftir einn, skilja, því þú veist, eins og þetta með rækjurnar er bara eitthvað sem þú gerir bara. Einmitt. En núna ertu með svona tækifæri ég ætla að byrja að venja mig á þetta. Svo hvað þurfum að gera aftur, bara svona reglulega, rækjusalati með mangódótinu og því. Já, og viklurnar okkar og þú veist þess. Ég keypti í þess. Já, vel gert. Ég á eftir að gera það. Gerði með túnfisksalat okkar, þetta er líka svo næs. Ég reyna líka að minnka skyndibita eða svona fast food. Ég líka. Ég ætlaði að fara að panta mér beglu. Ég var bara, af hverju kaupi ég bara beglu. Vel gert. Og geri salat heima. Vel gert. Og fokk, hún var góð. Þetta er svo ógeðslega góð. Já, ég gerði bara, geðveikt simpul túnfisksalat. Ekkert á flókið. Nei. Og setti svo jalapeno yfir og tabasco. Það verður svona aðeins öðruvísi heldur en að blanda þið saman. Samla, það verður ekki af soggi. Já, það verður ekki svo watery. Allavega. Water, eða vatn. Drekka nóg vatn þannig að pissið okkar er clear-ish. Já. Svona glært-ish. Það má náttúrulega ekki vera ofglært. Nei, það var engin söltsteirinn eftir. Já. Þannig að það má að vera clear-ish. Ég var alveg drukki ómikið vatn. Ég líka. Það er ekki gott. Nei. Hvað er þetta? Hún er svona fyrir, svona lítil. Já. Clean. Clean? Keeping our faces clean. Já, ég held að þetta sé bara bed routine og alltaf vera með andlitið bara skin routine. Já. Alltaf clean. Já. Alltaf vakna clean, þrífa sig. Það er bara
gott svona, ég fyrir svo oft í ræktina á þess að gera skincare mitt. Mér líður svona 100% betur ef ég gera skincare mitt áður. Það? Já. Ég er einhvern svona meira svona fresh. Þannig að ég svona ennþá bara stýrurnar eitthvað í augunum og langar líka bara, þú veist, að vera svona aðeins svona gera mig aðeins meira til. Já. Þú veist hvað ég meina? Ég veit hvað meina, sko. Ég mæti alltaf eins og zombie. Já. Mér langar að vera svona, já, bara svona líta aðeins betur út, kannski svona reglulega. Það er eitthvað sem bara fyrir mig. Já, algjörlega. Þú veist, mér líður betur ef ég kannski aðeins búin að, þú veist, freshen up, ekki bara mæta með stýrurnar í sjöminu. Já, og svo stendur friends, bara svona að eyða tíma með bara annarkvort vinum sem þú átt eða einhverjum nýjum vinum, bara svona rækta vinasambandi sín. Mjög mikilvægt. Og áður öll sambönd. Þú veist, maður getur gert það, þú veist, fjölskyldu, já, klálega, parasamband og þú veist, svo vinasamband. Þú veist, þetta er allt hluti sem maður þarf að rækta. Algjörlega. Það er ekki bara maki sem þú þarfst að rækta. Þú veist, þú tala mest það. Já, nei, alls ekki. Það er vin og fjölskylda og bara, eða bara einstaklega sem vilt hafa kringu þig. Algjörlega. Þú veist. Þú veist, í fjölskylda en þá þarfst ekki að vera kringu þig. Nei, alls ekki. Punktur, period. Áfengi eða drinking. Hún skrifar hot girls, það drekka bara til að skála, eða veist, í tilefni. Þannig að bara drekka til að skála, engin sad wine glasses alone. Já. Þú veist, þetta það sem hún að segja. Já. Ef þú fílar, ef það gerir mikið fyrir því að fá þér þetta sad wine glass alone, þá það ekki sad. Nei, bara svo lengi sem innan, þú veist, einhverja eðla markaskilur. Já, ég bara tala eitthvað eitthvað með matnum. Algjörlega, en ég held, skilur, þú veist, ástæðan okkur í Dry January er svona ógeðslega vinsælt. Ég held að ástæðan sé að því að það er svo mikið að boðum. Þú veist, maður er búin að taka svo mikla rumpu núna í desember að fólk sé svona, bara komið ógeð. Já, bara skil það mjög vel. En þú veist, en já, þú veist, allt bara Greið fólk sem á afmæli í janúar. Já, maður finnur það smá til með Gjörsamlega. Já. Ég fór þarna með fjölskyldu Bensa niður í bæ 3. janúar. Það var bara crickets everywhere. Já, ég trúi því. Það var ekki sála, það var föstudagur, sko. Ég bjóst alveg við því. Já. Ég var bara, það var mjög auðvelt að fá 12 manna borð, sko, sama hvaða stað. Einmitt. Ég var bara, það engin niður í bæ. Nei. Ég held líka að það hefði bara lokað á klúbbum og okkar, sko. Já, ég held það. Ef það hefði mögulega verið opið, þá hefði kannski fólk mætt. Veistu það, alveg ykkur. The city rats. Já. Það As they should. Sko, minnir að, hún fyrir alltaf fyrir allt, það næsta workouts. Hún var mjög krúttlegt. Já, Create a workout schedule each week og stick to it. Also recovery matter. Minnir á hún og sagt eitthvað svona bara fara á æfingu 3 í viku eða 2-3 í viku. Sem mjög, þú veist, ef þú ert að byrja í ræktinu þá er það bara mjög gott plan. Já, líka, ef þú ert að byrja og þú ert að setja þér eitthvað svona geggjumark núna 5-6 í viku. Please, please byrja á 2-3. Já. Bara please, því ég hef svo oft, ég hef alltaf verið nema í fyrra, þú veist. Þetta er bara eina árið fyrra sem ég náði bara einhvern veginn að halda þessu við. Þar að ég byrjaði ekki í 6-7. Nei, en við líka byrjuðum við skráðum ykkur völdfitt. Já. Það hélt okkur alveg svona. Já, en þú veist, ég hef oft byrjað í janúar, nú mæti ég alla dag. Já. Og þá er það svona orðin krafa á sjálfum mig. Ég gerði það ekki fyrra, ég var bara 2-3 svar. En ég mætti kannski oftar. Já. En það var, ég þurfti þess ekki. Já. Það er líka gott eins og þessi segir bara að gera þetta bara skipleggja alltaf bara sundi vikuna. Já. Þá veistu hvað það var að gera, hvort að hvað hendar, ekki vera bara með plan allar mánuðin held að vera bara þessari viku ætla ég að gera þetta. Og þetta er hreyfingi minn. Það er svo gott að svona í kringum plöni sín. Já. Aesthetics. Veit ekki íslensku orðið aesthetics. Ekki heldur. Það er góð spurning. Ef þið vitið að það mér endla senda okkur. Já. Að þetta er svona eitt self-care thing í viku. Bara hvort sem það er þetta maska, fara í neglur, gera eitthvað fyrir hárið þitt, pedicure, manicure, augnhár, bóksunutt, bara eitthvað svona. Já, hún skrifar er hún að tala bara útlitslega tengt. Painting your nails, þú getur líka gert heima náttúrulega. Já. Bara setja á þessu brúnkukrem, botox, face mask, spraytan, bara eitthvað sem að læti til, eitthvað sem læti til ég er svona, ég er aðeins heitari, eða þú veist, I feel a little hotter, svona, með aesthetics.
Það mjög mikilvægt í janúar, þú veist, að ég hætti að hugsa hárum mitt og þú veist, ég er ekki hætti að hugsa það. Ég bara svona, ég ætla ekki að lita það alltaf. Já. Ég fær alltaf svona, ég ætla að gefa það detox. Ok, progress. Mér stæði mjög sniðut. Við erum að fara að passa upp á árangurinn okkar og með því að taka mynd. Það er engin sjálfsmynd nema þú. En það er svo ógeðslega rewarding seinna að vera svona, wow, ok, þetta gekk. Já, ég gerði það. Já. Þú veist, að því þú sérði ekki muni og horfur á því spegil eftir 2 mánuði. Sérði ekki mun. Nei. Að þú ert búin að horfa á einhverjum einasta fucking degi. En svo þú horfur á myndinar, það er bara, finnst þér það ekki? Ég er sammála þar. Þú byrjaði að gera þetta í fyrra. Ég byrjaði að gera þetta í fyrra, þá var ég að taka á vikulega, þú veist, og en það var líka því ég var hjá í einkaþjálfun, þú veist, ég byrjaði einkaþjálfun í febrúar eða eitthvað, maður segja eitthvað. En ég klálaði, þú veist, ég var bara að skoða það núna daginn, ég alveg, ok, what, skilurðu, gaman að sjá þetta. Ég man að þú talar að, þú veist, að þú sagðir engan mun á þér. Engan mun, ég þurfti alveg að sýna þér myndirnar, þú alveg byrst að sjá það. Já, bara skella. Já, hún leiði að setja þessi hlið við hlið, þannig ég mæli 100% með þessu og líka bara þú varst að koma inn á, skilur, maður verður svo samdauna sjálfu sér og maður bara svona, þú veist, og við förum yfir okkar markmiðu eftir, en þú veist, eitt af til dæmis mínu markmiðum núna í janúar var að gera gúa sjá hvern einsta dag. Það er bara að því, ég hefur líka verið ólétt áður og ég greinilega held í vatn, þannig ég líka einmitt að passa mig að vera ekki að drekka of mikið vatn. Einmitt. Þú veist að því að... Ná gott að drekka happy hydrate. Einmitt, þú veist, að því ég, þú veist, greinilega gerir það, að því að ef ég bar saman og tebóið þar er tebóið minn myndarammi, skilju, er að ég bar... Every week, but... Já, ég bar sann saman þegar ég var búin að eiga emblu, skilju, ekkert að pæli at the time, skilju, og skiptir engu máli, bara, þú ert óléttur, þú ert alltaf að fara að bjúast í framann, þú veist, það er bara, ég er löngu búin að sætta mig við það, ég er bara að gera það sem ég get, og mér finnst góð að sjá svona einu svona dag vera að minnstakosti það sem ég get gert, ég get reynt að setja inn í rútínuna mína. En ég mér tók mynd, bara fyrstu myndina, bara brotum mér úr fyrsta tebóstættinum og svo brotum mér úr þættinum sem ég misti vatnið. Þannig að bara, þetta teki bara sama dag ég misti vatnið. Þetta er bara 2 ólíka manneskjur, en ég sá þetta ekki á þeim tíma. Nei. Þú veist, að því maður var bara einmitt samdauða sér, skilju. Þannig að það er til dæmis minn hvati, bara að gera það góð að sjá, ég get fylgst með í tebóinu. Ég náði, þú veist, að halda mér aðeins minna bjúið heldur en ég gerði síðustu óléttu meðgöngu. Já, algjörlega. Hann ég er sammála sko, bara mér myndir bara, maður er svo fljótur að gleyma, maður samdauðnar sjálfu sér, maður finnur þetta kannski mest í hvernig líður í fötum, en ég sá það eiginlega aldrei í spegli. Nei, bara ég er sammála þér. Já. Og líka bara að taka speglumyndið í gyminu, þetta er besta app workout ever. Já, einmitt. Og eftir svona toppum, skilur, já. Eða varst líka bara að taka eitthvað hlið, skilur, maður alltaf. Spennaðis, inn með naflan. Já. Svo að segja. Ok, hvað stendur hérna neðst? Já, self-talk sýnst mér. Okay. We're going to talk to ourselves like we talk to our best friends, supportive and kind. Þetta er enda fallegt. Þetta er mjög cute. Þetta er góð áminning, maður. Já. Maður er svolítið leiðileg við sig. Djöfull getur maður leiðileg við sig. Bara já, það er ekki lægi. Ömurlega við sig, sko. Já. Það er ekki lægi, sko. Þú veist, bara eins og my Shayla, skilur þú ert að tala líka við your mini self. Já. By the way, er Aron búin að strike back? Nei, sko, vallaræði þetta. En ég var sko grátandi úr hlátri að ég var með svo margar myndir og nokkar sem langaði að setja inn með og eitthvað svo var líka. Akkur settur hann ekki aðeins minni? Nei, það var svona eins og úlíkur sem hann er langað, þú veist, rífast við. Já, nei, sko, ég var alveg með meiri, sko, fleiri myndir. Ok, þannig að þú ert með þegar hann strike back, þá ertu með meira? Nei, úr sömu myndatöku, sko. Þetta er myndataka? Já, þetta er svo fyndið, nefnilega og ég var bara, þú veist, Varst þú líka að taka þess að... Já. Nei, Birta. Jú, nema ég var svo ógeðslega sæt, þannig að hann getur ekkert sett út af mig, sko. Ég geti sýnt þér nokkur hérna. Ég myndi aldrei fara í svona stríðu, sérstu mína. Nei, ég veit að hún myndi slátra mér, sko. Veistu það, hann sendi mér í morgun. Nei, ég sá það, hann var fuming, sko. Hann er fuming, sko. En sko, ég var með svo mikið. Sko, ég var bara svona í þessari myndatöku. Ég var bara cute. Sæti poncho. Ég bara sæti poncho, sko. Þannig að hann má alveg setja myndir af mér úr þessu, en hann myndi aldrei gera það. En þú veist, ég var með svo gott efni. Rólan er þessi góð líka. Þessi er góð, sko. Já.
geta sínt ekki segja þetta Nei, ok, við erum að tala um þess að Birta gerði hérna My Shayla trendið á TikTok ég veit ekkert hvað það er, þá svona þegar þú ert að rífast við, ert pirraður í bróðin og svo manstu hvernig þú ert að tala og þá er svona myndaðum yngri og það er yfirleitt svona unga börn Birta sett á mynda á honum síðan við, hvað, svona 14-15 ára versta tímabili alltaf tímabili og Aron var náttúrulega alveg fuming, sko en þú veist, þessi líka geggju þú veist það var svona because you know it will be the night that I will fall for you og ég fer alltaf í þessa myndir þegar ég þetta er ógeðslega fyndið við þess að pappi sendi okkur út með myndavél bara út, skilur bara út úr heimilinu og vorum að senda okkur í Bandaríkjunum og sendu þessa myndir því hvað vorum að senda henni amma bara ekki, hvað er að gera hvað freak á ég þetta að reyna að gera eitthvað music video þetta var hræðilegt, sko, en hann sendi mér í morgun bara eitthvað og bara fullt eitthvað myndir sem hann er búin að taka saman gef mér þetta oh my god en þú veist Birta já, ég veit það you have dug yourself in a hole fyrsta myndin ég veit það ekki benda Aron á þessu klippa því þá setur hann fyrstu myndina nei, hann er aldrei að hlusta á þetta við erum ekki að setja þetta ég veit ég veit ekki alveg hvað þú veist ok, mér er alveg ok, en ekki að segja núna hvað mér er sama myndi setja því þá setur hann ekki það en það er alveg nokkar sem er drullanda, sko eða flestar, sko það eru sumar sem eru hrikalegar bara, þú vilt ekki að þetta sé á internetinu nei I know en it is what it is, skilur en hann myndi aldrei setja það inn þú verður að setja barnamyndir já, maður ekki setja bara okkur djammi nei það grínast jail nei, þú veist, þá fer ég að fara yfir strikið þá fer ég bara að fletta upp ykkur ljótum þegar sko. Þú veist, þá fæ ég ykkur lögregluskýrslur og svo leið, sko hold your horses, sko ángríns það er aðeins svo langt gengi fyrir minn smekk það þarf að vera, einmitt ég ykkur poncho, settu það? já, hann er ræðileg myndar í ponchoinu ekki setja hana nei, það var ástæður okkur, það var fyndið því hann er bara svona úlingur en já þetta er bara fyndir mynd þetta er bara fyndir mynd, já hann er ekki eitthvað ógistlegur eða eitthvað nei, alls ekki mér finnst þetta alls ekki þannig, sko en ég bara bjóst við honum sem bara svona a toddler já, nei, þú svona krútt, en hann að vera svona ég veit þetta er svona bróður sem búljaði þig þó hann sé ennþá að því en þú veist, það var, skilu, ég sá flest systkini vera að gera það þannig já, ég er ekki búin að sjá þetta með systkini já, ekki fara ég að setja inn svona mynda á hennum nei þetta er of krúttlegt, þetta er bara hvað er ég sleikja hann upp já, þú veist, ef þú væri að sleikja hann upp þá myndir þú setja það sem mynd en ef ég myndi gera það trend með þér, eitthvað my best friend þá væri bara ekki að sæt mynda þér lítil, skilu þú gerir það ekki bróður þú er aldrei séð mig þannig nei, en þú veist, remember who you're talking to, skilu, þú veist, að tala við litlu þig ég bara sé þetta með hunda já, ég var bara búin að sjá þetta með hunda og svo sá ég eitthvað gera systkini sem gera gett ljóta mynd það er ógeðslega fyndið þetta er brilljant ég saman myndi ekki þóri þetta verður Rebecca, sko Rebecca getur grafið upp sitt, sko það, þú veist, ég mæla ekki með þetta er alveg illt í Hello Kitty emo tímabili ég vakna núna á mótnana og ég er hvað er eitthvað komið ég er stressu, sko ég trúi, ég myndi vera en áfragak þetta var skemmtilegt þarna 75 hotter já, ég fíla það ég ætla svona að taka mikið af þessu tíminn, sko samt svo að því við rættum eitthvað aðeins í gamla þættinum, þú veist, svona áramóta heiti og eitthvað þannig svo er ég núna búin að vera svona aðeins að svona, þú veist, setja dagslí niður á blað og svona pæli þessu niður í notes, þú veist, áramóta heitunum og ég er alveg samlega því sem við sögðum í áramóta þættinum, skilu, þú veist að þetta basic sem maður ætlar að gera en ég einhvern veginn finn það með sjálfa mig allavega að ég held að það sé best fyrir mig að setja mér markmið mánuð fyrir mánuð í stað að setja mér ársmarkmið Guð, ég get ekki ársmarkmið þegar fólk er bara 2025 markmið þá ég er bara svona, nei, ég er bara að tala um janúar, sko já, ég veit ekki alveg hvað manneski er í september nei, ég er ekki bara að kommitta það langt nei, ég setja mér mánaðamarkmið já, mér finnst það skemmtilegt ég er ekki það konsistent að ég geti gert það nei þannig að já, ég er líka að tala alltaf um January challenge ekki bara 2005 challenge, sko
Svo set ég nýtt February challenge. Já, en ég er bara, þú veist, að því maður hefur, ég hef svo sjaldan haldið því út, en það er rauninni markmið mitt fyrir allt ári, er að setja markmið hver mánuð. Já, það fer ógeðslega mikið eftir mínu Apple Watchi líka. Já, reyndar. Apple Watchi gerir á svona challenge, eins og núna er það æfið svo brjálæðingur. Bara 109 mínútur 14 sinnum. Það er galið. Þá er það bara markmið mitt, brjálæðingur. 14 sinnum. Já, 14 sinnum. Og svo, kannski í febrúar þá er það kannski hlaupa eitthvað, skilur við. Já, þannig að, eða einhver mikið að göngutúrum. Einmitt. Þannig að mér skemmt næst að fá bara svona rulletti frá Apple Watchinu. Þannig að ég prýtsi þetta Apple Watch meira en allt, ég er bara háði. Já. En þú margir bara, en þú veist, en ég líka bara að tala aðra hluti, ekki bara tengda hreyfingu, skilju, þannig að þú veist, ég ætla að reyna að setja með markmið alltaf bara, þú veist, bara með alls konar, bara mánuð fyrir mánuð og þú veist, eins og bara svona góða sjá, einu svona dag, skilju, þú veist, það er bara, pröfum það í mánuð í janúar, skilju, og sáum hvort það bara dett inn í rútínunum. Já, ég elsku að sjá. Braut mitt í morgun. Ógeðslega pirrandi. Too hard on it. Nei, ég misti það í flísarnar. Nei. Já. Æi. Ógeðslega pirrandi. Þannig að ég þarf að fara að kaupa mér á morgun. Já. That's annoying. Já, það er alveg pínu pirrandi. Já. En en já, sem sagt, ok, þú ert líka með svona 75, ekki 75. Nei, ég er bara með janúar. Já. Janúar challenge. Ég er ofta að deila svona challengeum bara reglulega inn á channeli mitt. Og núna gerði ég bara í janúar. Og maður á bara svona að gera það ef maður vill. Og það er ekki að vera eitthvað bara í janúar. Nei. Bara tekið þetta einhvern veginn setna. En ég gerði labba 8 til 12 skref á dag. Eða 70 skref á viku. Exercise 60 mín á dag. Og þú veist, það er hægt að skipta í 2030 mínútur, 415 mínútur og það má vera bara, fyrir mér er það bara göngutúr, þrífa, þú veist, bara vera á bara fótum, skilurðu og svo getur kannski bara hálftíma æfingu svo er þetta svona aðalega þetta að sér vatn, 2,5-3 dag fyrir eftir hvort æfa mikið, svitna mikið líka máltíðir high protein og allt aldrei reyna að elda mér heima 4-6 sinni viku er markmiðið mitt eða feilar það er stress sko svefn reyna að ná 7-9 tímum við konur þurfum 9 sko ég elska þetta markmið þú hefur oft snúsað á þessu markmiði ég set mér aldrei bara markmiðið á þetta Nei, þú hefur oft verið bara svona ok, bara mætti, bara svona Jim, ég er bara svona ánað einhvern veginn að heyra þú ert bara svona, ég ætla að pröfa, skiluru Ég er bara búin að vera svo þreytt Já, en þetta er bara, þetta er bara, þú veist árangur og allt, bara þetta borgar sér svo miklu betur, bara maður sér árangur fljótar ef maður sefur betur Þú veist, það er galið Ég sef yfirleitt í svona 7-8 sko Já En ég er bara svona ánað að fólk prioritæsi svefnin sinn Skilja, því að það er meira virði heldur en bara svona, eins og vorum að ræða, ég man ekki hvort vorum að ræða bara áskriftaþættinum eða eitthvað, bara svona af hverju ég vakna klukkan 6 og fara, skilju, því ég get farið klukkan 8. Já, ef þú getur það. Ef þú getur það, ég er að tala það, skilju. Þannig að þú veist, prioritæsa svefnin þegar maður getur það er bara svo ógeðslega mikið. Það er mér tilgangslítið að fara 6 og kemst 8, eða þú veist. Akkurat. En þú ert að fara að gera eitthvað klukkan 8. Það er mjög sniðugt að fara 6 og vera búin að þessu. Já, það var bara fyrir að sofa. Bækur, ég setti mig bara ein bók í janúar. Já. Og þú veist, reyna bara svona ein bók í mánuði. Já. Mér finnst það eiginlega nóg. Af því maður er líka hlusta á podcast, maður er að horfa á þætti og þannig að já, ein bók. En svo getur maður má alveg fara yfir allt. Já. Og undir. Þetta er bara svona eitthvað til að þú veist, hafa á bak þeirra. Já. Mér finnst þetta bara þetta er ógeðslega næs markmið. Þú varst með pregnancy. Já, með svona third trimester, já, og svona að því ég myndi hugsaði og ég, þú veist, fór í peysi mitt en alltaf bara ógeðslega mikið, eitthvað svona óléttar stelpur og þær eru bara well, my January challenge er bara svona, þú veist, er bara my challenge, my 75 hard is bara fæða batn og svo er búin og þú veist og ég er alveg svona, já, þú veist að því ég er alveg á þannig tíma ég gæti alveg verið svona eitthvað, já, ég þarf ekkert að setja mig markmið núna því hvað sem er að gera þetta, ég er að gera helling, þú veist, líka með einhvern einast dag bara að búa til human hellað dæmi og þannig að maður gæti alveg tekið það sem bara það er bara nóg. Já, klálega. Það er slaði. Já, en þú veist, en ég var svona, ég get samt alveg sett mér markmið, eins og að taka vítaminu mín. Það er bara markmið.
þú veist. Mjög gott markmið, sérstaklega líka fyrir olda konur. Já, einmitt, fyrir það, þú veist, og hann að góða sjá, og ég einmitt elda mig heima 4 til 6 sinnum í viku. 7 skref á dag ég með. Þú veist, einmitt, sniðut, ef ég myndi leggja það síðan saman bara í vikuna. Einmitt, og ef þú nærð bara 3 einn daginn eða eitthvað skilur. Og ég með 30 mínúna æfing eða göngutúr, bara þú veist, 30 mínúna activity, bara eitthvað, þú veist, það getur annarkvæmt verið æfing eða göngutúr á dag, bara til þess að, þú veist, halda mér... Já, bara líkamann gangandi. Já, líkamann gangandi, skilur, og þú veist, það getur verið bara hægast í göngutúr í öllum heiminum, but you did it, skilur. Svo ég með bara, ég með 2 lítra vatnið mitt, svo rakakrem eða, þú veist, olía daglega á líkamann, sem er bara mjög gott þegar það að teygast á honum. Algjörlega. Svo ég með, þú veist, bolli af Raspberry Tea á dag frá þegar ég kom í viku 32. Þú veist, þannig ég með dagsetninguna bara fyrir því. Ég með síðan klára Agatar 2. Já. Það markmið mitt. Í janúar. Já. Og mér langar svo að hlusta á Subtle Art of Not Giving a Fuck bókina. Ég veit ekki af hverju, hún er alltaf verið að lista á mér. Svo ég svona smá ég búin að hlusta hann, ég manna það ekki. Hljómaður svo þú. Já. En mér langar eitthvað, ég veit ekki, eitthvað mjög miklu stuði til þess að hlusta á hana. En svo vorum við með, þú veist, þegar þú vorum að tala um bara markmiðin í okkar gamlast þætti, ég alveg svona út í það, þá vorum við nokkuð sem okkur langar að ná yfir árið og ég ákvað bara svona, ég geri það bara strax. Þannig svo að fjárfesta, ég var bara eitthvað. Þú búin að því? Já. Vel gerst. Það er bara 10 skall. En ég gerði það, þannig ég er búin. Þú veist, þannig ég bara stopnaði eitthvað svona, þú veist, inn á appinu mínu. Sjóðu eða eitthvað. Já, bara eitthvað svona, ég bara, Gunni, getur þú hjálpa mér? Ég veit ekkert hvort ég keypti í ykkur góðu, ég veit ekkert hvort að... Keyptir ekki í sjóð? Já. En ég er ekki að fara að gefa neinum ráðleggingar neitt, þú veist. Ég veit ekkert hvort ég að vera að gera eitthvað sniðugt. Þú veist bara ykkur sjóðu eða eitthvað. Bara til þess að byrja. Bara til þess að pröfa íta og svo takka. Það var í rauninu bara það. Ég ætla bara að pröfa þetta. Og svo getur maður fikta þessu áfram. Ég þarf að gera þetta líka. Maður kann ekki á þetta. Nei, maður bara sesnir og gera þetta. En þú veist, þannig að ég gerði það bara strax. En svo settum við líka, þú veist, við fjölskyldan, eða bara við heimili, ég og Gunni, þú veist, markmið, bara fjölskyldumarkmið, bara hvað, þú veist, heimilið, fjármál, bústaður, eitthvað svona, þú veist, hvað væri markmið fyrir janúar. Og það er líka ósla næs, þú veist, að fara yfir, þannig að til dæmis bara dæmi þar voru við með bara, reyna að elda heima, 5, eða þú veist, 4 til 6. Já, bara 4 plús, skilur, bara geðveikt, og reyna að fara 1 til 2 í búðaferð í viku, ekki meira, því hún duttum inn í sem eru flesti gerði núna í desember, svolítið mikið bara, þetta vantar, hoppa, bara lítið skipulag, það er svo næs að bara skipulegja sig, nota Netto appið, setja bara strax í körfu, bara þetta vantar, ok, þú veist. Innkaupalista. Já, við erum með innkaupalistan og bara, þú veist, reyna að fara bara 1 til 2 í viku í matabúð. Mér finnst þetta svo sniðið því samkaup-appinu með innkaupalistan. Getur bara gert mjólkbrauð, þetta allt. Já. Af því ég gleymi svo oft eitthvað með einu hlut, það er alltaf að fara aftur bara einn hlut. Og þá kaupir alltaf meira. Já. Maður er svona sjaldnast febrúar nær í einn hlut. Þá á ég mjög mikið eitthvað heima. Já, þú veist, og þá er bara eitthvað neginn, þú veist, er þetta svo fljótt að telja. Einmitt. Þannig að bara svona, þetta er líka svona smá til þess að binda okkur við það að vera smá skipulögð. Já. Það er mjög sniðugt. Þannig að þetta er svolítið svona bara svona challenge fyrir heimilið sem að mér finnst alveg líka næs, skilur og ég alveg svona, þú veist og við vorum til dæmis með, þú veist, það fyrir janúar að setja upp skiptaðastu, það var bara svona eitt markmið, bara komum ykkur á staði þessar hreyfiskerð, setja upp skiptaðastuðuna og þú veist, búin að því að svona mestuleita eftir að gera bara svona smá dúlleri, en búin að því að mestuleiti sem bara geggjað og svo veit ég í febrúar langar mig að hafa bara geymslan. Já. Þú veist, við erum bara með eitt, þú veist, bara svona eitt heimilismarkmið, bara ok, geymslan verður tekin einhver tíman í mánuðinum, en þá vitum við bara við erum bara að gera það. Já. Þú veist, taka svona eitt, já. Þetta er bara eitt góð sunnudagur sem fyrir þetta. Eða þú veist, ekki einu sinni, þetta er kannski svona 3 tímar. Já. Allavega, við erum svipað að starra geymslu, skilur. Já, við bara þurftum bara þurftum bara fyrir pöss, skilur, þú veist, þurftum bara, við máum það bara taka sér tíman í þetta. Algjörlega. Og það er, þú veist, og þess vegna var ég mjög spennt fyrir bara að setja með markmið líka svona bara svona fjölskyldu, bara svona með Gunna, bara ok, þú veist,
Það er líka svo erfitt að maður ekki sjálfur, ég held að spara eða eitthvað, og svo hinn mannskja bara, ég kaupa, þú veist, ef að panta mat, ef að gera þetta. Einmitt. Þú veist, maður þarf að vera með eitthvað svona saman, það er svo gaman að ná því saman. Ég bensir alveg andstæðið þegar kemur að eitthvað svona, sko. Já. Ég er bara, þá bara núna ætlum við að minnka allt þetta, jökk og elda meira heima. Hvað fyrir hann að kaupa í búðinni? Fyrir bara í Netto og kaupir Coco Puffs og fullt af ykkur. Ég náði allt seinast á jólajógurtinu. Ég var bara, þetta djókir. En já, einmitt. Er það þú veist? Við erum ekki svona búin. Og svo bara svona spyrja hann bara, hvað er kvöldmat? Pizza, hamborgara eða pulsur? Ég bara, í hvað heimi? Það er bara ekki búið. Hann veit að ég bara fæ bara ekki borða pulsur heima. Ég man ekki hvernig ég gerði það senast. Hann veit það. Ég er ekkert á því að gera það. En það er bara, þekkirum mig ekki. Já, einmitt. Við kannum þess að tala. Bara pulsur heima. Heima gera pulsur. Einmitt. Það er rugglaður. Já. Þú veist það, það er miklu meira stemming að það er eitthvað grill og sumar. Fyrir mér, en já, ok, bensin, sjóðum pulsur bara. Já. Saman. Þú veist, þetta er já. Ég var að vonast til að það myndi vera eitthvað svona girmiku, indverskan kjúkling eða eitthvað svona. Nei, pulsur. Pulsur og strákheiðilegar gufusóðubrauð, takk. Já, einmitt. Nei, sko, en það er svona mjög næs að taka svona með þeim sem að séra heimili einhvern veginn að við verðum alltaf útið saman í þessu. Það er með sameiginlegt eitthvað, skilur við, sem að svona, maður hjálpast á að við að ná. Einmitt. Það er alveg, já. Já, ég var líka bara að stokka ískapin núna af Coca-Cola Zero. Já. It's the season. Já, er þetta greinast? Zero. Ég líka elska það, þú veist, bara að fá mér bara, þú veist, eins og Coke Zero með kvöldmatum, þetta er svo mikið veist, og sérstaklega Zero Zero. Líka bara, þú veist, ég fæ mér svona smá með kvöldmatum og drekk svona smá, svo á ég hana, ef Bensi er ekki búin að stela hana, ég var mjög reyð. Jú, ég var líka mjög reyð. Á ég hana svona eftir á, svona sem dessert, og ég var bara svona, og svo fæ ég mér kannski aðra líka, en þú veist, það er eitthvað við það að fá sér Zero-in. En það er líka eitthvað svona, þegar maður er svo dugleg að drekka vatni við daginn núna, maður er svo dugleg að, þú veist, maður fyrir hreyfa sig, maður er ekki þetta. Þetta er svo mikið velun. Og þú veist, og maður er bara, þetta er bara Zero. Ég er bara spennt að fara heim og fá mér Zero eftir, sko, og fara Zero. Já. En Zero kvöldin er hags. Algjört hags, 100%. Bara, þetta er bara must have, og bara ef þið viljið, þú veist, þetta er bara TikTok-page mitt líka er bara svo ógeðslega mikið bara I hope I get as good as a Coke as this one og bara svona get crunchy krakkar og soundið í Coca-Cola bara, þetta eru velun, sko. Þetta er svo gott. Þetta er best. Þannig að bara, það er ekkert verið að eiga ekki ískalda, sko. Sérstaklega, þú veist, við erum með svona snúnings inn í ískapnum og setja alltaf svona aftast þannig að vera ískald og það er bara marinerst í ískapnum svona 3 daga verður hún svona móð. Sveitt. Já. Geðvitt. Bara Bensi má ekki snerta hann þá. Nei. Af því ég er alltaf ég er svona lengi með hana. Já. Og hann alveg kemur og tekur, og maðurinn tekur svona sopa. Þú veist, ég tekur svona lítið svona, finna svona kolsýruna. Hann tekur svona gúlp og svona 5 metra beint í kokið og það var bara hálf búin. Já, veist, ég gæti alveg stundum hætt með Gunnar þegar hann tekur sopa mín. Já. Ég var hvað að gera? Af því þeir taka þannig gúlp. Ef maður taka mína stærra sopa, það er alltaf. Já. Nei, líka, við erum bara að borða kvöldmat eins og séum bara fara yfir í mína. Gauð. Stay in your fucking lane. Já, leave my dose alone. Já. Þú veist, þetta er mín dose. Já. Og ég ætla ekki að fá mér 1,5, eða þú veist, kannski ætla ég bara að fá mér 1. Og þú ert bara búin að eyðileggja það. Já. Og kannski stundum langar mig líka bara í 1 og það líka opna aðra og leifa henni. Já. Þetta er, já. En Zero, þetta er alveg tímabilið. Bara það er, þú veist, það er svo gott. Við erum búin að duglegur í daginn og fá sér góðan og hotlan og próteríkan, þú veist, kvöldmat og bara Coke Zero með, nammi. Bara vá, spennt að fara heima og Coke Zero, sko. Ég bara heyra bara svo næs. En já, þú veist, þannig að ég held að, þú veist, ég er mjög spennt að reyna að setja mig svona mánaðarlega markmið. Þannig að, þú veist, og líka bara að því mér finnst þetta mér vera svo mikil tími sem þú byrð bara til rútínu. Svo kom ykkur inn rútínuina sem er svo geggjað og búa til bara eitthvað svona, já, að því að segjum, þú veist, þú gerir þetta í janúar og þú tókst bara alltaf vítamínin, þá er það bara meira að koma inn í rútínuna. Já. Það er svo næs. Það er best. Þannig að ég er ógeðslega spennt bara fyrir þessu tímabili. Já, ég líka. Það er líka bara svona, það sem ég þarf líka alltaf er að leyfa mér smá sweet treat, alltaf. Svona smá sweet treat eftir mat. Sammála. Og þú veist, að fá sér bara svona eina scoop af Besties. Já.
í skál. Já. Smá dífu yfir. Perfect. Geðveikt gott, sko. Og þá líka bara áttu the tub í heila viku. Já. Ein skúp á dag. That's a little sweet treat. Bara, sko, ég líka búin að sjá bara dífan, þú veist, kaupir dífuna oft í jarðabér, setja smá svona dífu yfir búin að sjá hvað fólk verður að gera með, bara setja dífuna yfir alls konar holt rosa sniðuð, hafragraut smá dífa með sem súkkulaði og sætt, geðveikt kristjógurt ávextirnir inn í fristi ég er náttúrulega að prófa það að setja bara á plötu svona alveg já, nei, ég var að meina bara að setja svona smá yfir jarðabér að setja smá kannski, þú veist, yfir banana það er svo gott að frista svona banana með eitthvað svo jukki á smá bestistífu líka poppa setja á plötu bestistífun yfir og láta það harðna geðvitt, þar það nýtt, bleikt popp, geggjaði svona veistlur á þannig kjút fyrir ykkur sem er að útskrast í janúar, ammali í janúar það er alveg mikið af því já, það líka steytist bara Valentine sem er geð bleikt og eitthvað svona true, oh my god já, þannig að þú veist, geðveikt gaman já, reynda góða punktur, sko svo líka bara, að því að maður er myndið að fara inn í nýtt ár og þannig og þú veist, það eru kannski sumir myndið að taka fjármálinn í gegn eða skoða svona alls konar þá ætlum við bara að minna á snildina að vera í vetrarlegu við erum persónulega í vetrarlegu hjá gólega.is þannig að þið getur kíkt þar inn á það eru alls konar bílar og alls konar verðum og þetta er ógeðslega sniðugt því þú ert að spara þér hellings í eins og þú veist, dekkiskipti og eitthvað svona þannig smur, allt sem að kemur að því að bílastöfi. Já, og bílastöfi er bara mökkdýrt og þú veist liðilegt. Já, fólk er með mér sem skoðandi hvort að þetta sé, þú veist, góð fjárfesting eða ekki, bla, fyrir mér bla, bíl bla. Ekki góð fjárfesting. Nei, þú veist, bara ekki nema á eigi bara geðveikt mikið af peningum. Já, í raun og veru. Og þarft ekki að pæla í því, Já, og líka bara svona, þú veist, að því að svo One day. 100% og svo bara kom ykkur svona dagar, þú veist, maður heyrir það bara fólk bara með sér eitthvað svona bílasjóða því það gerist eitthvað, skilur og bara það þarf að skipta allt í einu bremsuklossa og það kostar bara mökk mikið. Fucking dýrt. Já. Þannig að þú veist gamli minn var að fara mjög dýra viðgerð sem bensir og hann er á mínum gamla. Já, einmitt. Og ég er bara eitthvað á mínum frá góðlega bara eitthvað, þetta er ekki vandamál fyrir mig. Nei, og hvað tók okkur 2 mínútur að skipta dekk, skilur þú veist, það var bara, bara ekkert vesen, þannig að við mælum með að þið kíkja og skoði inn á góðlega svona að því við erum að tala um rútínu og eitthvað svona, bara að skoða þetta ertu með eitthvað svona markmið sem þú veistu allar ekki í febrúar bara því við munum örugglega ekki koma inn á þetta aftur ég er bara svona að forvitni örugglega bara svona svipað sko svipið markmið ég ætla að verð í New York, byrjun febrúar. Já, hversu gaman? Sann ég er að fara til útlanda. Þannig að, já, vera full í Pilates. Já, þú ert að byrja í því. I'm so jealous. Vera klassum Pilates. Já. Ég er fokki spennt að byrja. Já, ég ætla bara að mæta heim frá New York og er bara Pilates queen. Já, bara, I love that. Bara, I'll join you when I can. Vissi það að vera bannað fyrir ólita konar með Pilates. Vissi það ekki fyrir nýla? Nei, við vissum það líka ekki í London. Ekki hugmynd? Nei. Fórum þetta bara einu sinni? Fórum við bara einu sinni? Já. Já, við fórum bara einu sinni, já. Það var líka ekki að fyndi Pilates. Það var öðruvísi. Já, það var ekki eins mikið, þú varst ekkert á maganum eða neitt þannig þar. Ekki neitt. Nei, þannig að þú veist, það hefði ekki þurft að... Nei, ekki þurft að banna mér það nema þú veist, við verðum eitthvað með lítið jafnvægi og hoppa af ykkur að við vorum okkur, nei, trampolín var náttúrulega liggjandi, hvað er það? Já. Ég veit. Máttu ekki fara á trampolín sem móld kona? Ég veit, jú, örugglega, bara, nei, örugglega ekki. Nei, ég veit ekki spyrja mig. Máttu fara í skáp? Nei, ég er ekki að fara á okkar. Þú setur bara svona brjósta aldrei út Já, nei, það er örugglega ekki gott fyrir neitt. Nei. En nei, þetta er bara, ég veit ekki. En ég joinaði, mér langar að pröfa í febrúar að taka svona, ég er ekki með, þú veist, eitthvað svona, ég ætla að reyna að halda bara áfram þessu hreyfingarlega sig öllu því, en mér langar að pröfa að vera kannski með svona 2 í viku eða 3 í viku, svona eyða engum penning. Taka svona dag sem ég bara svona, ekki eða neinum penning í dag. Eins gott að vera búin að taka bensin þá. Satt. En þú fattar hvað meina, svona, þú veist, svona, að því maður ofta eitthvað svona, ég veit ekki, svo var ég að hugsa, er það sniðut að því er ég þá ekki bara hinn að tala bara, Já, ég heit engu í gær. Já, ég heit engu í gær, en ég veit ekki, langar svo að pröfa það. En eða bara svona ekki eyða í óþarfa hluti. Já, þú veist, einmitt.
eins og þú átt nokkuð upp á skrifstofu, ekki kaupa hann og leiðina því langar í henni bílnum, skilur, bara bíða. Einmitt, þú veist, svona þannig hluti, skilur. Ég veit ekki hvort það væri skemmtilegt að pröfa eitthvað svona challenge með það. Kannski líka bara ekki eða henni föt. Já, það challenge sem mér langar að pröfa einhvern tímann að taka. Einhvern tímann eftir 30 ár. Já, bara einhvern tímann 100%. En klárlega, bara svona einhvern veginn skoða svona, að vera með svona öðruvísi challenge, svona vikulega. Kannski pröfa nýja uppskrift. Ég var eins og tók ég... Einu sinni viku prófa nýja uppskrift. Það er geðveikt. Það er mjög skemmtilegt. Já, það er geðveikt gaman. Ég er alltaf först í minni einu sem ég kann og ég get svona bara by hand, bara svona get auðvelt. Þannig það er alveg skemmtilegt. Og svo er ég alltaf að segja að geðt gerðilegar uppskriftir á TikTok en gera það ekki. Já, eftir. Þú veist, en ég bara, gerðu það eitthvað. Já. Skilur? Einmitt. Við þurfum að gera það. Þannig það getur í febrúar. Pröfa eitthvað nýja uppskrift og pröfa að taka eitthvað einn dag í viku, eitthvað sem er ekki krónu eitthvað. Já, einn dag í viku. Eins og sé eitthvað guðslega erfitt. Nei, alls ekki. Ég bara svona, þú veist, leggið í vanamann segja eitthvað. Það þarf alltaf að vera einn laugadagur. Já, pældi í mánuði. Já. Það er alveg challenge. Já. Sérstaklega sko þegar þú ert í hreyðugerð og eitthvað þannig, bara svona... Kaup eitthvað. Ég er bara eitthvað svona, þú veist, já. Bara nota kortið á hans Gunna. Já. I didn't do it. It's not mine. Já. Nei, en já, ég veit ekki, ég er bara mjög spennt fyrir þessu tímabili sem er framöndan. Gorgeous, 2025, það hljómalega svo cute eitthvað. Já. Ég er spennt fyrir þessu ári. Ég líka. Ég er mjög spennt fyrir þessu ári. Það verður geggjað ár. Og þetta er, ár snáksins eins og við komum inn á í... Snei. Já, í áskriftinni. Óleittu spjall í áskriftinni, lusta. Já, ef þið hafa áhuga því. Komið í áskrift. Já. teboði.is/áskrift. Já, ángreins. Og svo er eitthvað á merchinu líka, svona með að vera með að plugga okkur. Já, alltaf frábær afmælisgjöf og allt það, sko. Já. Þannig að ég held það, en ég er ógeðslega spennt fyrir það er líka brjálæði að gera sem mánuði, við erum Lofaland, við erum Molly May, þannig að við verðum alltaf á tánum bara með að fylgjast með þessu öllu og... Já, nei, sko, þetta ár verður eitthvað, þú veist... Strax voru packed. Emily og Tommy aftur saman. Já, þau eru það. Er þetta þau? Þetta eru þau, ég held að. Þá finnst mér þetta... Þau voru hvoru með barnið, skiluru, það var í pössun, hjá systurinnar. Veit það. Þannig að þau voru saman í sleik. Hvað finnst þér það? Maður hefur oft fyrirgefið, eða þú veist, margar konur að fyrirgefið einhvern. Ég veit það, en þú veist... Við vitum náttúrulega ekki hvað gerðist. Nei, það er þetta rétt, við vitum ekki hvað gerðist, en ég er smá svona... Þá fæ ég svona lyktin af publicity. Já, ég er nefnilega búin að vera með það lykt aldrei lengi, sko. Og það pirrar mig. Já, það er mjög pirrandi. Já, það er fokkin pirrar mig, sko. En það er bara aldrei, þú veist, kannski bjóst hún ekki við að myndi slandir hann svona mikið og kom með þessar allegations. Góð pæling. Allavega, við förum nánir þetta núna í janúar. Fylgast með þessu þáttum hennar. Já. En já. Þangað til í næstu viku eða í áskriftinni, besties, við elskum ykkur. We love you guys. Bye.